SSOL og hversu lengi á Suðurland FM. Þá ætla ég að slá að þráðinn austur í Neskaupstað. Guðrún framkvæmdastjóri Neistaflugs á línunni. Góðan dag, Guðrún. Góðan daginn. Hvað segirðu mér? Ekki bara yndislegt þarna fyrir austan? Lífið bara dásamlegt. Yndislegt alltaf á Austurlandinu, sko. Já. Já. Og besta veðrið þar það ekki? Já, við segjum það. Það ekki alltaf svo leiðis, jú? Jú, við segjum alltaf því besta veðrið. Já. Hvernig það ekki? Jú, segjum það bara. Já. Herðu, Neistaflug hóst í gær og heldur áfram í dag. Hvað verður að vera í dag? Já, í dag er nú bara svona, þetta er svona aðdragandi Neistaflugs, það er setning á föstudegi, en við erum með svona upphitunardaga og í dag er frisbígolfmót og síðan er bjórkynning, svona bjórfræðsla og síðan er náttúrulega það sem er aðalmáli í dag, það eru stórtónleikar með dimmu. Þeir eru mögnuðu sveit. Í Egilsbúð þá? Í Egilsbúð í kvöld, já. Og er hægt að nálgast miða á ballið? Já. Það er bara hægt að kaupa sér miða við inngangin eða svo erum við að selja svona helgarpassa, þannig að það sem að hægt að nálgast það bara með því að hafa samband við okkur á netinu. Já. Hvað megið þið búast við mörgum á hátíðina? Sko við erum svona gæla við, þetta getur verið kannski svona 2500 manns með heimamönnum. Þetta er svona mest byggist upp á því að við erum að fá til okkar gesti, ættingja, vini, brottfluttanarfyrringa og nærsveitunga og sveitunga og Fjarðabyggð sem koma yfir til okkar og við erum svona gæla við þetta, já. Já. Og svo heldur þetta áfram á morgun, föstudag? Já, föstudaginn og morgun, þá er svona skipulöð setning, má segja. Já. Og þá ætlum við nú að sprella á hátíðasvæðinu með þeim Rúnari Frey og Halla Melló. Og þeir ætla aldrei fjöri segja okkur eitthvað skemmtilegt og spila og syngja og við ætlum að taka fjöldasöng. Svo mætir 8 gríðarlega vinsæli hópur. Jú. Og svo endar þetta, svo smetla úlingarnir sér á dansleik eða svona diskotek hjá Tatasi á annað kvöld milli 11 og 1 en svo er dansleikur í Egilsbúð með Amabadama og 8. Frá klukkan 11-3? Já, 11-3. Já, svo heldur þetta áfram að sjálfsögðu, gleðin heldur áfram á laugardag, 5. ágúst. Algjörlega. Þá byrjuðu svolítið snemma. Já, þeir vera árlýsilegir hlaupararnir okkar. Það er barnishlaup, gríðarlega skemmtilegt hlaup og krefjandi hlaup sem fólki fer á stað með bát yfir á Suðurbæi einhvern tímann 9 held ég sé. Já. Og svo fara golfararnir, þeir sinna sínu, það verður eitthvað svipuð róli og síðan ætlum við að smetla okkur í svona sápubolta skemmtilegheit á hátíðasvæðinu þar sem að fólk lætur reyna á fótboltagetu á sleipum dúk. Já. Það er bráðfyndið og skemmtilegt. Það held ég nú. Og svo bara eitt leiður og öðru hoppum þarna, það verður svona hoppukastalaborg þarna. Sölutjöld, það verður að selja ýmislegt, fólk getur hefur að bóka hjá okkur sölubása og svo er litlu börnin, það er Lotta, sívinsæli leikhópurinn Lotta. Þannig að þetta er bara aksjón allan daginn, kjörís, það er nú nágrannir eitthvað þarna. Jú, hver þau taka þátt í þessu með okkur og svo er svo skemmtilegt að við gleymum með úlingunum okkar og fyrir þá ætlum við að hafa svona kvöldvöku í fjörinni með gos og snakki og þeir skemmta þeim þar krökkunum Pétur Örn og Magni Ásgeir. Já. Þannig að þetta er svona og síðan má segja að við erum það nýr staður sem heitir Beituskúrin, svona gammalt sjóhús sem að vera að gera upp virkilega skemmtilegt og það er alltaf að vinna í Vamos sem er austfirsk hljómsveit að halda tónleika og svo klukkan 10 á laugardagskvöldið þá smetla þeir Killer Queen Magni Ásgeirs og félagar. Það held ég að sé eitthvað svona sem maður hefur ekki láta fram sem sé fara. Já, eitthvað rock eða ekki? Algjörlega. Já. Þannig að þetta er bara, og Tatas
DJ-in okkar, hann klárar síðan kvöldi þegar tónleikarnir eru búinir, þannig að þetta verður bara gargandi gleði, sko. Já, svo heldur þetta áfram á sunnudag. Já. Við skulum aðeins hoppa hérna, það eru stór tónleikar klukkan 9 á sunnudagskvöld, Totmobíl. Já, við erum óbúslega ánægð með að hafa fengið þau til okkur. Við erum alltaf rosalega ánægð með þessa dagskrá. Já, ég sé það. Dimma, Kili, Queen og Totmobíl fyrir utan síðan allt hitt, sko. Það er náttúrulega bara, þetta er bara rosalega spennandi og Totmobíl ætlar að koma og við ætlum að vera með þetta hátíðarsvæðinu. Tónleikar sem hefðist klukkan 9, svo stefnum við að því að þeim ljúki 10:30 og og þá endum við á flugveldasýningu. Totmobíl er náttúrulega stærsta númerið það kvöld, en við eigum hérna rosalega flottan hóp, flotta heimahljómsveit og margar ungar góða söngkonur sem ætla síðan að kalla stelpur rock. Já. Og svo er hérna gleðisveitin mikla stuðlabandi sem bara fer land allt og allir tala svo skemmtilega því að þetta sé bara gargandi gleði, þeir bara séu bara endalaust að með nýjasta efnið og bara stórkostli sveit. Ég sé það bara, þetta er frábær dagskrá. Já, við erum stolt. Við erum rosalega ánægð hvernig okkur tókst ekki til að púsla þessu öllu saman og fá allt þetta góða fólk til okkar og bara mikinn svona fjölskyldu stemning. Mikið fyrir alla að taka þátt í. Herðu, já, en svo sé ég hérna eitt, þið ætla bara að halda áfram á mánudag. Já, sko, það er nefnilega þannig, þegar eitthvað byrjar sem er verið svona rosalega gott og við byrjum að miðvikudegi og þetta er til tjörn, sko, þá er náttúrulega rosalega hérna flotta enda og eftirpartíi. Já. Og það er sem sagt svona sigurpúða eftirpartíi út í garði við óskaplega fallegt hús hér sem heitir listasmiðjan í bænum og heitir Þórsmörk. Já. Og bæði það og það sem við byrjum á í gær, Fánafabrikan, það er á vegum hérna í samvinnu við Artatak. Það er hérna listafólk allstaðar á heiminum sem dvelur í Neskupstað við vinnu og skapandi vinnu og hérna skreiti bæinn okkar og leggur okkur lið í okkar, í svona bara menning og listum. Guðrún, framkvæmdastjóri Neistaflugs, það eru nánari upplýsingar á netinu, neistaflug.is er það ekki, rétt hjá mér? Jú, neistaflug.is og einnig á Facebook, það er allt hægt að sjá og fylgjast með öllu. Við erum bara, eins og ég segi, rosa glöð og þakklátt öllum sem styrkt okkur, því þetta er ekki hægt án styrktaraðila. Þannig og þáttöku og það er engin hátíð án hérna gesta. Þannig að við vonum bara allt gangi vel og njóti sem allra best. Já, bara skemmti ykkur aðeinslega vel. Ég ætla að enda viðtalið á hljómsveitinni 8 sem kemur fram á Neistaflugi og svo aðeins seinna þá ætla ég að spila Totmobíl. Hvernig líst þér á það? Þetta var hljómað mjög vel. Er það ekki? Æðislegt, skemmti ykkur vel. Takk fyrir hérna. Bye.